Norðurorka kannar nú hvort hagkvæmt sé að fyrirtækið sjái að vinna og selja metan sem eldsneyti. Í gömlu sorphaugunum í Glerárdal ofan Akureyrar leynist mikið af hauggasi. Metan hægt að skilja frá hauggasi með ákveðnum hreinsunaraðferðum og setja það á bíla sem eldsneyti en einnig nýtist það til raforkuframleiðslu. Sorp var urðað í Glerárdalnum í 40 ár og í jörðinni nóg af gasi til að nýta. Rannsóknir hafa leitt í ljós að líkur á að vinna með 2 milljónir rúmmetra af metani til ársins 2029. Norðurorka hefur haft umsjón með svæðinu en Akureyrarbær langstærsti hluthafi fyrirtækisins. Nú stefnt að því að koma gasinu úr jörðum, hreinsa það og selja sem eldsneyti en Norðurorka kannar hvort hagkvæmt sé að fyrirtækið sjálft sjá allt ferlið. Það hafa ýmsir aðilar sýnt þessu áhuga að koma að þessu verkefni og nú erum við bara í þeirri vinnu að meta stöðuna hvort og með hverju við vinnum þetta mál. Þetta ekki svolítil áhættu fjárfesting? Þetta svo sem ekki gríðarlega háar upphæðir. Það þarf að koma hérna upp hreinsistöð fyrst og fremst til að hreinsa hauggasið og gera það vinnanlegt fyrir bifreiðar en þetta leipur á einhverjum tugum milljóna en við teljum okkur vera fullvissaðir um það að það mun borga sig innan á fáum árum.